Guð góður. Já, ég sagði við vorum 45 hérna síðasta sunnudag og nú erum við 5 + 5 + 5 + 5 kannski eða +5, 25. Það ekki allir sem jafn góðir í reikningi og ég, en það kennari hérna þannig að ég ætti nú kannski að fara varlega. En mig langar að tala bara, já, það sem Jesús kom til að gera í dag. Og við skulum lesa yfirskriftin frá Jóhannesarguðspjalli, 10. kafla, vers 10. Og það segir: þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Og það Jesús sem að tala. Ég komin til þess að þér hafi líf, líf í fullri gnægð. Líf í fyllstu gnægð, segir nýjasta þýðingin. Líf og nægtir, segir eldri þýðing. En þetta þýðir það að hann komin til þess að við höfum líf. Þjófurinn kemur til að taka lífið. Jesús kom til þess að við hefðum líf. Og stundum verður þessi setning svona, já, þetta bara svona andlega talað, en mér langar að minna okkur á bara í upphafi á vers sem í Þessalóniku bréfinu, 1. kafla og 5. kafla, 1. Þessalóniku bréf, 5. kafli, 23. vers. Og þetta vers sem að ég hef talað mikið yfir okkur hjónunum. Það segir: sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega. Sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega. Andiðar sál og líkami. Andiðar sál og líkami. Andiðar sál og líkami varveitist fársjúkur þangað til hann kemur. Nei, varveitist alheill. Alheill. Það er í rauninni þetta líf sem Jesús kom, það var í fullri gnægð. Það fyrir allan mannin, andi, sál og líkami. Og mér langar að byrja þennan bara lestur á að líta aðeins í Gamla testamentið, vegna þess í Gamla testamentinu að þá gerði Guð sáttmála við Ísraels menn. Og það eru nokkri sáttmálar, hann gerði sáttmála við Abraham, og það eru nokkri sáttmálar í Gamla testamentinu, og hér einn þeirra. Hann í 15. kaflanum, 20. og 7. versi, Exodus, önnur Mósebók, 15. kafli, 27. vers, og við skulum lesa hérna nokkur bara vers úr Gamla sáttmála. Hér segir Guð: ef þú hlýðir gaumgæfilega raust drottins Guðsins, gjörir það sem rétt fyrir honum, gefur gaum að boðorðum hans, heldur allar skipanir hans, þá vil ég engan þann sjúkdóm á því leggja sem ég lagði á Egypta, því að ég drottinn græðari þinn. Ég drottinn græðari þinn. Og þegar hann segir þetta, ég drottinn græðari þinn, þá orðið Jahve Rafa. Drottinn læknirinn. Rafa þýðir læknir. Sem sagt, sáttmálinn var þessi að hann ætlaði að vera læknir Ísraels manna. Í 5. Mósebók lesum við líka hvað var innifalið í þessum sáttmála. 28. kafli, 29. kafli, 5. vers. Ég leiddi þér í 40 ár eyðimörkina, fötin þar slitnuðu ekki á yður, skór þínir slitnuðu ekki á fótum þér. Geri aðrir betur. 40 ár. Að vera alltaf í sömu fötunum í 40 ár. Fötin þar slitnuðu ekki á yður, skór þínir slitnuðu ekki á fótum þér. Við lesum líka hann Móse, sem var svona nálagt Guði. Það sagt að hann hafi engin maður verið eins og Móse sem umgekkst Guð augliti til auglitis. Þar segir í 34. kaflanum
og 7. versi. Móse var 120 ára gamall hann andaðist. Eigi glappnaðist honum sýn og eigi þvar þróttur hans. Eigi þvar þróttur hans. Ég sá 102 ára kona á Facebook á harðarhlaupum daginn. En Móse var orðinn 120 og það vantaði ekkert upp á. Sjónin, hann var ekki með glerugu eins og sumir. Hann heyrði vel eins og allir hér. Sumir heyra það sem vilja heyra, mér sagt. Nú ég bara að tala mig, ég ekki að tala neina aðra. En sjá, líkami hans, andi og sál varðveittist algjörlega. Andi, sál og líkami, og það undir gamla sáttmála. Þetta undir gamla sáttmála. Í Sálmi 105, vers 37, þá segir að engum þeirra skriðnaði fótur. Og enskar þýðingar segja að það var enginn sem var fíbul eða enginn, ef þú skoðar þetta orð, þá getur þetta líka þýtt að það var enginn sjúkur eða veikur þeirra á meðal. Þannig að þetta gerði Guð undir gamla sáttmála. Hann gerði sáttmála við þá að vera læknirinn þeirra. Og svo kemur Jesús og segir að hann sé kominn til þess að við höfum líf í fullri gnægð. Og það hérna eitt vers sem ég langaði líka að lesa fyrir ykkur, það 2. Krónikubók, 16. kafli. Það hann Asa konung, að hann treysti fyrst á drottinn, en svo var það síðan meira, hann treysti á Sýrlands konung. Og þá það spámaðurinn kemur til hans og segir við hann, sæki þess að þú, þetta vers 7, sæki þess að þú studdist við Sýrlands konung en studdist ekki við drottinn Guð þinn, sæki þessir her Sýrlands konungs gengin þér úr greipum. En síðan segir hér í versi 12, á 39. ríkisári sínu gjörðist Asa fótaveikur og var sjúkleiki hans mjög mikill, en einnig í sjúkleika sínum leitaði hann ekki drottins heldur læknanna. Hann átti að vita að Guð var hans læknir, en hann leitaði ekki drottins. Og spurningin, einhver sagði, eigum við þá ekki að leita til lækna? Þetta ekki endilega verið að segja það, en ég trúi því að þessir læknar hafi líka verið skurðgoðadýrkendur, að þeir hafi ekki verið eins og kannski læknarnir okkar í dag. Það kannski mitt mat, en það sem aðalatriðið að hann leitaði ekki Guðs í sjúkleika sínum. En Jesús, hann sem sagt kemur og hann kominn til að gefa okkur líf í fullri gnægð. Og mér langar líka að lesa hérna nokkrar eða 2 ritningar Jesú. Það Matteus 12:15. Matteus 12:15. Þar segir, þegar Jesús var þess vís fór hann þaðan, margir fylgdu honum og alla læknaðan. Alla læknaðan. Hann sagðist vera kominn til þess að við höfum líf í fullri gnægð, svo lesum við þjónustu hans, alla læknaðan sem fylgdu honum. Skoðum aðeins í 9. kaflanum, frá 35. versi. Jesús fór nú alla borgir, þorp og þorp, kendi samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindi ríkið, læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi. En hann sá mannfjöldan, kendi hann í brjóstum þá, því að þeir voru hrjáðir og umkomuleysir, eins og sauðir engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveinana, uppskeran mikil, verkamenn fáir, biðjið því Herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Nú var Jesús var hann að vinna að uppskerunni? Já.
og hann vildi að aðrir myndu gera. Bæn hans var að Guð myndi senda aðra til að gera það sem hann var að gera. En við sjáum að hann kenndi brjóstum fólk sem var veikt. Hann kendi brjóstu þá sem voru sjúkir. Hann fann til með þeim. Og hann fann ekki bara til með þeim, hann læknaði þá. Hann læknaði þá. Og hann segir, ég komin til þess að þið hafið líf í fullri gnægð eða þið séuð heilbrigð. Það tilgangurinn með komu minni í Jóhannesarbréfinu, fyrra Jóhannesarbréfi 3:8, að þá orðar Jóhannes þetta svona: til þess birtist Guðs sonur að hann skyldi brjóta niður verk djöfulsins. Til þess birtist Guðs sonur að hann skyldi brjóta niður verk djöfulsins. Þannig að sjúkdómar eru verk djöfulsins. Þeir komu inn eftir að Satan tældi Evu. Nú, í postulasögunni, þá lesum við líka að það gerðust mörg tákn og undur fyrir hendur postulana, 5. kafli, 12. vers. Allur söfnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salómons. Allur söfnuðurinn kom einum huga saman. Og síðan sjáum við að í versi 16 að einnig kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis Jerúsalem, flutti með sér sjúka menn, þjáða af óhreinum öndum. Þeir læknuðust allir. Þeir læknuðust allir. Þeir læknuðust allir. Nú, síðan förum við í bréfin, og ef við förum í Jakobsbréfið 5. kafla, lesum vers 14 til 16. Og ég held sé gott fyrir okkur að fara yfir þetta af og til, vegna þess að við þurfum að hafa í raun og veru binda trún okkar við orð Guðs, það sem orð Guðs segir, ekki reynslu okkar af því að biðja fyrir sjúku fólki. Við getum aldrei byggt trú okkar á okkar reynslu. Við byggjum hana alltaf á orði Guðs, því sem Jesús Kristur, sonur Guðs, sagði. Og því sem ritningin segir. Jakobsbréfið 5. kafli 14. vers: sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá halda hann áfram að vera sjúkur og láti sér líða vel. Nei, sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá gráta hann pínlítið og bara fari í svona sjálfsmeðumkunar ferli. Nei, sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá tekur hann upp farsímann, Facebook eða eitthvað og kallar til sín öldungasafnaðarins. Kallar til sín öldungasafnaðarins og þeir koma niður á spítala eða hvar sem og biðjast fyrir, smyrja hann með olíu í nafni Drottins og biðjast fyrir yfir honum, og svo segir, trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan. Trúarbænin mun gera hinn sjúka heilan. Og Drottinn mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann að hafa dríkt, munu honum verða fyrirgefnar. Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar, biðjið hver fyrir öðrum, til þess að þér verði heilbrigðir. Það getur þessu. Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar. Við þurfum ekki að sýnast hvert fyrir öðru. Biðjið síðan hver fyrir öðrum, til hvers? Til þess að þér verði heilbrigðir. Við höfum að biðja fyrir hver öðrum til þess að við verðum heilbrigðir. Ekki til þess að Guð leiði okkur í gegnum einhverja þrengingar, nei, til þess að við verðum heilbrigðir. Við eigum að biðja hver fyrir öðrum til þess að við verðum heilbrigðir. Þetta skipun Guðs. Og þetta eitthvað sem margar kirkjur hafa hætt að gera. Af hverju? Af því að þeir segja að það virki ekki. Og svo hefur spurningin komið, af hverju læknast ekki allir? En sjáðu til að raforkan, hún var til fyrir hendi löngu áður en menn gátu og kunnu að virkja hana. Og mér svo merkilegt að þessi lækningakraftur
Jesús gat alltaf virkjað hann, samt vann hann undir gamla sáttmála. Hann gat alltaf virkjað hann og við lesum það í Markús að það var komið með dreng til lærisveinana og þeir gátu ekki læknað hann. Og þetta eitt af þessum fáu skiptum sem að Jesús var svona pirraður. Ég get alveg séð hann fyrir mér. Þú vantrúa kynslóð. Hvað eiginlega að ykkur? Af hverju læknið ekki mannin? Og ég held að Jesú andvarpi alveg eins yfir okkur í dag. Ég meina, af hverju læknið ekki fólkið? Af hverju fær ekki minn andi að starfa? Af hverju fær ekki lífið sem að ég hef gefið að flæða á meðal ykkar? Og þú vantrúa. Það var vantrú sem hindraði. Og svo talaði saman og eftir það svona smá svona safnaða fundur hjá lærisveinunum og ég segi, heyrðu Jesús, af hverju getur þú þetta og ekki við? Og hann segi bara, þetta kyni fer ekki út nema með bæn. Og það þess vegna sem að ég hef alltaf lagt áherslu á að kirkjan á að vera bænahús. Við getum haft alls konar, við getum haft fulla kirkju og haft alls konar kerfi og alls konar hluti í gangi en engin kraftur. Við viljum hafa kraft Guðs til þess að líf Guðs megi flæða út frá okkar lífum. Og mér langar að segja ykkur frá manni, ég hef svo oft sagt ykkur frá John G. Lake, þannig að ég varð að finna einhvern annan í dag og mér langar að lesa hérna tvær-þrjár sögur. Og hér maður sem hafði frelsast og hann nýr í trúnni, hann hét John Muller og hann var að starfa í Ástralíu, ég held að hann hafi verið Ástrali og sé Ástrali og hann var mjög skeptískur á það að Guð læknaði, hann bara trúði ekki að Guð læknaði. Og John Muller segir svo frá að hann hafi verið skeptískur á lækningar og kraftaverk fyrst eftir að hann komst til trúar. Og hann fór sem trúboði til Ástralíu og vann þar á meðal frumbyggja í norðurhlutanum. Og hann byrjaði að fara í hverri viku á ákveði svæði sem kallast Binyari, en þegar hann búinn að fara nokkru sinnum að þá svona mistan hálfpartinn móðinn vegna þess að meiri hluti frumbyggjana hafði engan áhuga á svona biblíusögum kraftaverk og lækningar og einhvern Jesú. Og vegna þess að þeir höfðu töframennina og sem voru að gera tákn og undur og þannig að þeir þekktu mátt illra anda. Og John, hann hafði samkomur þarna svona á grasbala miðsvæðis og í fyrstu að þá var bara ein kona sem kom en hún var með 4 börn með sér og þessi eina kona hét Elsie og hún talaði svona varla ensku og þannig að börnin túlkuðu fyrir hana. Þau sátu þarna á trjából og hann predikaði. Og svo segist hann hafa haldið þessum heimsóknum áfram í 8 mánuði og hann segir frá því að það voru margir sem höfðu farið þarna á undan honum og gefist upp á þessu svæði. Eftir 8 mánuði, segir hann, þá var ég alveg komin að því að gefast upp. Samt áður en ég ætlaði að gefast upp, þá ákvaði ég að fasta, ég ákvaði að klára árið. Þetta sennilega í ágúst eða september. Og hann segir, ég ákvaði að fasta 10 daga í mánuði til ársloka. Og sagði við Guð, ef ég hef ekki séð gegnumbrot þá er ég hættur farinn. Nú, eftir 5 mánaða föstu, þá fannst mér einn daginn, segir hann, að ég ætti að biðja fyrir gömlu koninni Elsie. Hún var hölt og það var sár á fætinu sem vildi ekki gróa. Þannig að hann lagði hendur yfir hann á bað, Guð að lækna hana, svo hugsaði hann ekkert meira það. Næstu viku, þegar hann kemur á staðina, þá segir hann, það var eitthvað breytt, eitthvað öðruvísi í litla samkomustæðin okkar. Nú var stór hópu frumbyggja sem beið eftir mér. Og það kom í ljós að Elsie var læknuð og fréttin hafði borist út og nú streymdi fólkið að og vildi fá fyrirbæn og fleiri læknuðust. Og hann segir, þessi John Muller, ég var svona hálfráðvilltur, ennþá skeptískur á að Guð læknaði, en Guð sýndi mér að það væri bara þannig. Og þrátt fyrir mínar efasemdir.
Og þarna braust út mikil vakning og nú voru það 50-60 manns sem komu í hverri einustu viku. Þannig að, svo segir hann, lækning Elsie, hún markaði upphaf að lækningaþjónustu minni. Og hann segir síðan frá því að hann hefur farið út allan heim, þetta gerist á árunum 1990, síðan hefur hann farið út heiminn og ég ætla bara að segja ykkur frá 2 eða 3 öðrum kraftaverkum bara til þess að við sjáum. En það sem ég langaði að leggja áherslu að sýna ykkur með þessa sögu að Jesús kom til þess að við hefðum lífi fullri gnægð. Hér maður sem að predika og svo byrjar hann að biðja. Hvað það fyrsta sem heilagur andi gerir? Heilagur andi vill koma lífinu út. Legðu hendur yfir þessa konu, lækna hana. Heilagur andi fann til með þessari konu. Heilagur andi vildi snerta þessa konu. En hann var bara að segja biblíusögur, en heilagur andi vildi lækna, heilagur andi vildi að lífið kæmi út. Og sískinni, það alveg eins í dag. Heilagur andi vill snerta fólk. Hann sem sagt kennir í brjóstum fólk. Og það vantrú okkar sem heldur aftur af. Er það dæmandi? Nei. Ég get alveg bara sagt það fyrir mig. Það vantrú mín sem heldur aftur af. Þú getur haft þína skoðun fyrir þig. Jesús sagði að það væri vantrú okkar sem gerði það verkum og hann sagði að það vantaði bæn, það vantaði föstu til þess að þessi hlutir færu að gerast. En það er bara svo sárt. Þá finnur maður til í maganum. En ég ætla að lesa hérna 2-3 sögur í viðbót, það eru stuttar. Og það var annar maður sem hér RTM, hann var heilaskemmdur, hann hafði verið í fangelsi, hann var rússi, hafði verið í fangelsi í Úkraínu og hann var lamaður af fótum sem afleiðing af heila því sem hafði komið fyrir höfuð á honum og hann var líka með einhvers konar sjálfsofnæmi og læknarnir sögðu að hann ætti eftir 1 ár ólifað. Og hann laus úr fangelsi og hann staddur í Sviss, segir þessi maður frá, og hann heyrir þessar samkomur að John Möller var með samkomur í Sviss og það var eitthvað fólk sem byrjaði að sýna honum YouTube-vídeó að hvernig fólk væri að læknast að samkomum. Þannig að þetta var síðasta hamstráið. Hann sagði, ég vil fara og fá lækningu, segir þessi maður. Og þetta var ungur maður, sennilega, það mynd á honum hérna. Hann segir, ég vil fara og svo gerist það, eins og gerist svo ofta á samkomum hjá okkur, og þetta lækningapredikarin. Hann biður fyrir honum á fyrstu samkomunni og ekkert gerist. Hann biður fyrir honum á næstu samkomu og ekkert gerist. Á 3. samkomunni og ekkert gerist. Já, nú ég farin að kannast við þetta, segir við. Þetta bara eins og hjá okkur. Sjáðu, síðasta kvöldið, og þetta blessa mig svo, þá fer hann og hann tekur utan manninn til að kveðja hann. Hann fann til með honum. Og það sem gerðist var að hann tekur utan manninn sem situr og hann reisir sig upp og ætlar að sleppa, en maðurinn sleppir honum ekki. Hann rís upp með honum. Og hann byrjar að ganga nokkuð skref hikandi og síðan gengur hann. Þetta blessaði mig svo mikið að ég veit ekki hvort það blessa þig. Maðurinn, trú hans, hann vildi ekki sleppa. Hann sleppti ekki og hann stóð upp með. Og hérna sjáum við að Jesús kemur til þess að við sjáum heilagur andi. Það var heilagur andi þegar ekkert virkaði að þá fór hann og tók utan hann og það var með einhvern heilags anda sem snerti þennan mann og kveikir trúna og hann vill ekki sleppa og hann stendur upp og hann læknast. Og hann segir, hann sendi mér myndir af sér þar sem hann var að hlaupa, þar sem hann var að lyfta og þessi maður sem átti 1 ár eftir ólifað, hann heilbrigður og á lífi í dag. Annað dæmi
að það gerist árið 2006, það í Ástralíu og það gerist fyrir fullum sal af fólki og þar var sem sagt, það sem við kallum National TV, ríkisútvarpið, ríkissjónvarpið á staðnum. Ríkissjónvarpið var á staðnum og þar maður og það mynd af honum hérna, þið fengið að sjá þetta eftir ef þið hafið áhuga, hann með sólglerugu hérna og hann með einhvern poka hérna, hann lamaður öðrum megin eftir heilablóðfall og hann með einhvern mjög sérstakan sjúkdóm sem á ensku heitir sarkódís sem hafði áhrif á allan líkamans, orsakaði blæðingar úr augum, eyrum og nefi. Hann var lamaður öðrum megin vegna heilablóðfalls, já, og svo var hann allt of þungur. Og svo var hann með brotið hné eftir mótorhjólaslys. Og hann svona, já, hann var búinn að vera í hjólastól í 9 ár. Og hann hafði ekki getað gengið í 9 ár og ekki getað séð heldur. Vegna þess að það blæddi, eins og ég segi, það blæddi allstaðar úr honum, þetta mjög einkennlegu sjúkdómur. Hann kemur á þessa samkomu og það sem gerist að hann segir að það beðið fyrir honum og hann finnur svona einhverja skrýtna tilfinningu fara í gegnum líkama sinn og hann bara stendur upp og byrjar að ganga að stiganum upp á pallinn. Og John spyr mig, segir þessi maður sem heitir Richard, hvað að gerast? Og hann svarar, segð þú mér hvað að gerast. Ég hef ekki getað gengið í 9 ár og þessi sjúkdómur búinn að eyðileggja augun mín og John spyr núna, viltu sjá? Og auðvitað sagði ég já og hann leggur hendina yfir augun mín og biður fyrir mér. Þegar hann tekur hendina frá, þá sé ég klukkuna á veggnum bak við hann. Og hann segir, ég var svo frá mér numinn af gleði að ég grét í fyrsta skipti í mörg ár. Og læknir þessa manns, það var síðan viðtal við hann á sem sagt, ríkissjónvarpi og hann sagðist ekki hafa neina skýringu á þessu kraftaverki en hann sagðist bara verða að viðurkenna það að maðurinn væri orðinn heilbrigður. Og svo það einhverjum dögum seinna að í þessari samkomuherferð að hann kemur aftur og þá beðið fyrir honum á ný og þá læknast gerir Guð skapandi kraftaverk og læknar brotna hnéskel. Þriðja kraftaverkið sem hann segir frá hann Hamis sem var fæddur með heila lömun. Hann kemur líka á samkomu í Englandi og hann var 46 ára. Og hann sagði, ég vissi ekki hvað var að þessum manni, ég hélt hann hefði kannski lent í bílslysi vegna þess að hendin og fóturinn var snúinn og allur líkaminn öðrum megin var stífur. En þegar hann biður fyrir honum að þá gerist eitthvað og hann segir honum að hlaupa. Hvað langt sem þú hlaupið? Þá segir hinn, ég hef aldrei getað hlaupið á ævinni. Hann var 46 ára og þetta var í fyrsta sinn sem hann gat í raun og veru gert eitthvað. Og ok, við segjum þetta bara þessi, þetta ekki bara þessi maður. Hvenær kom þetta? Þetta kom þegar hann leitaði Guðs. Og hver var það sem kom þess að stað? Það var heilagur andi. Þetta var það sem heilagur andi vildi gera með hans líf. Þannig að vill heilagur andi gera þetta hér? Já, ég trúi því. Ég trúi því. Hann vill nota okkur til þess að Jesús Kristur gefi líf. Og þetta ákvörðun bara að við höldum áfram að trúa, jafnvel þó að við séum eins og lærisveinarnir, að það hafi ekki virkað hjá okkur, þá höldum við áfram. Og ég búinn að segja við konuna mína aftur og aftur og aftur, ég held áfram að biðja fyrir þér. Mér alveg sama hvað gerist, hvort það gerist,
og segðu bara mér ég trúa þér líði betur eða þér líður ekki betur. Segðu bara ég trúa mér líði betur þó mér líði ekki betur. Sjáðu, við þurfum að halda áfram að vona á Drottin og hann segir hér í greininni, þessi maður, að hann segir að það sé ákvörðun, að lykillinn sé að við ákveðum að við trúum þessu orði sem segir að þeir skulu leggja hendur yfir sjúka og þeir munu verða heilir. Og sískinni, ég trúi því að Jesús hafi komið til þess að gefa líf og alveg eins og þessi maður, hann var að gefast upp og margir kristnir að gefast upp. En það þá sem er tíminn til að leita Guðs. Það þá sem er tíminn til þess að taka sig afsíðis, leita Guðs og segja Drottinn, þú sagði ég mun byggja mína kirkju. Ég er allavega búin að fatta það, ekki geti ég það. En Jesús sagði ég mun byggja mína kirkju. Og við þurfum að koma saman og finna handleiðslu hans, hvernig hann vill byggja sína kirkju hér. Því að ég trúi því að hann hefur ennþá meðöngun með þessu fólki sem er hérna út í samfélaginu. Hann vill ennþá að lækna þetta fólk sem er hérna út í samfélaginu. Og mín skoðun er svo að lækningar séu eiginlega eini lykillinn sem eftir er í dag til að ná til fólks. Vegna þess að þegar einhver læknast, þegar eitthvað yfirnáttúrulegt gerist, þá færðu fólk til að hlusta. Þú getur endalaust hamrað á því að fólk lifi í synd og að fólk þurfi þetta og fólk, og auðvitað, sem sagt, erum við kölluð til að predika fagnaðarerindið, það er iðrun og að við þurfum að taka við Jesú Kristi, en það er svo miklu betra þegar einhver hefur fengið lækningu að segja honum, já, Jesús elskaði, hann dó fyrir syndiðinnar, hann vill gefa þér eilíft líf. Vegna þess að þá sér hann kærleika Guðs í raun. Amen. Þannig að við skulum enda þessa samkomu á að biðja fyrir þeim sem sjúkir eru hér í dag. Og ég veit að Elmar klæjar í lófana að fá að biðja og við getum beðið fyrir hvert öðru þar sem við erum, en ef þú þarft lækningu, komdu hérna og við biðjum með þér. Við biðjum með þér í Jesú nafni. Og sjáið, hann var 46 ára, hafði aldrei fengið lækningu áður. 46 ára. Þú segir, já, ég er búin að vera að berjast við þetta í þetta mörg ár og það er búið að biðja fyrir mér svo oft og svo oft. Ég veit ekki hvað var búið að biðja fyrir þessum manni oft. Sennilega var hann, gæti hafa verið alveg orðinn uppgefinn á þessu kristna fólki. En eftir 46 ár fekk hann lækningu og hann var eitt af þessum tilfellum sem við segjum vonlaust tilfelli. Við skulum biðja fyrir einhverjum með vægan bakverk eða svona pínulítinn höfuðverk sem enginn sér. Svo segjum við, já, líður ekki betur? Jú, já, amen. En þarna er bara vonlaust tilfelli að okkar mati en ekki Guðs mati. Og systkini, annarkvort er Guð Guð eða hann er ekki Guð. Ef ég ætla að þjóna bara einhverjum Guði sem að, já, segir mér að ég þurfa að leita læknana. Sjáðu, hvað eru margir sem leita læknana og deyja í dag? Erum við að ásaka læknana? Nei. Læknarnir eru góðir, allt í lagi með það. En hvað eru margir sem læknarnir geta ekki hjálpað? Asa dó. Hann leitaði ekki Guðs. Þessir menn sem stóðu fram fyrir dauðanum, hann sagði, ég verð að fá að komast á þessa samkomu, það er mín síðasta von. Þessi maður sem átti 1 ár eftir ólifað. Brást Guð honum? Nei. Guð læknaði hann. Við erum ekki mörg hérna í dag, en það gæti skeð að það fjölgaði skyndilega þegar einhver elsi sem er með ólæknandi fótasjúkdóm læknast á samkomu Hvítasunnu kirkjunni í Keflavík. Þá gæti farið svo að við þurftum að fara að fjölga samkomum, bæta við samkomum.
Það gæti farið svo. Ef að andi Guðs fær að gefa þetta líf sem hann vill og þráir að gefa. Andi Guðs sem hefur meðaumkun með fólkinu. Hann elskar fólkið. Amen. Takk drottinn Jesús fyrir að þú vilt snerta við okkur í dag og þó svo hafi verið beðið fyrir okkur áður drottinn, þá meðtökum við bara það sem þú vilt gera í dag í Jesú nafni. Amen. Amen.